Það var ekki hið klassíska spánarveður sem blasti við þegar við ákváðum að skella okkur og kíkja á utankjörstaðakosningar Íslendinga á Spáni. Það var í Orihuela Costa og það var kosið á hinum glæsilega Campo Amor golfvelli sem mörgum Íslendingum kunnugur enda spila margir Íslendingar golf þar. Þar var komin fyrirtaks kjöraðstaða, fjöldi Íslendinga mættur á svæðið, þó svo að ekki sjáist eða heyrist á þessum myndum. Þá var búið að vera þrumur og eldingar rétt áður en að fréttamann Baragarði. En við ákvaðum að líta á svæðið og taka spjallið við nokkra Íslendinga sem voru komnir á svæðið. Eins og sjá má, þá var umgjörðin öll hin glæsilegasta og við ætlum að heyra hvað fólkið hafði að segja. Ég er staddur með henni Bryndísi frá sendiráðinu. Sælbindur, hvernig er stemmingi búin að vera einn dag? Stemmingin er bara búin að vera mjög góð. Íslendingar eru duglegir að mæta kjörstað hérna á Orihuela Costa. Þannig að það eru yfir 60 komnir í dag og voru 122 í gær, eitthvað svoleiðis. Það er nú ansi vel að sér vikið, sérstaklega með að núna í dag, þá heyrir maður þrumur og eldingar heyrir maður í þrumunum fyrir utan. Þetta er nú ekki venjulegt veður hérna? Nei, mér skilst ekki. Við búum í Madrid, það regnir stundum þar. En ég held að við værum hérna komin í sólina. Já, ég var ekki alveg nógu sáttur að vera keyring að það bara mig rýndi á bílinn á mér. En eins og segi, hvað verðið þið lengi að kjósa hérna? Við verðum hérna til 5 í dag og brunum svo aftur til Madridar. Hérna, já. Hvernig er atkvæðunum komið til Íslands? Er annar aðili sem sér það? Já, við byrjum svolítið ekki ábyrgð á að koma atkvæðum til skila. Það eru kjósendur sem ber ábyrgð á því, þetta eru utan kjörfundar, en það eru ýmsir sjálfboðaliðar sem eru að bjóðast að taka atkvæði heim, bara á ábyrgð kjósenda samt sem áður. Og hvernig er búið að taka á móti ykkur hérna? Er ekki allir bara hressir að mæta hérna og kjósa það? Jú, alveg, svo sannarlega bara allir ánægðir og glaðir, alltaf gaman að kjósa, þannig að ég held að þetta sé bara, já. Og ég sé að fólk er búið að vera hérna fyrir utan, bæði í bjór og golfi, heldur að það gerir það ekki stemminguna bara skemmtilegri? Alltaf betra að hafa stemmingu. Þið mætið hérna til að þjónusta fólk með eitthvað annað eins og vegabréf og eitthvað svoleiðis. Er það þá fólk sem hefur helst þá þarf að endurnýja eða bara hefur týnt eða? Já, hérna þetta endurnýja vegabréf sem eru útrunin eða við þar út og sækjum nafnskírteini, það eru margir að gera það líka. Við erum bara að bjóða þess að þjónustu, bara tökum við umsóknum og svo já, það er svoleiðis. Bryndís, við vonum að þrumurnar og eldingarnar sé ekki fyrirboðið slæm úrslit í kosningum, hver sem fólk kann að finnast að vera, þannig að ég bara þakka að kella fyrir. Já, takk fyrir, sömuleiðis. Herðu, góðan dag, við erum hérna frá Spáni og já, við bjöggumst kannski ekki við, er veðrið alltaf svona hérna? Það er nú ekki að sjá á þér að fólk mæti venjulega til að kjósa í rigningu? Nei, aldrei rigningu. Aldrei? Það þarf samt að vökva. En hvað heldur þú, boðar þetta eitthvað slæmt fyrir kosningarnar eða er þetta góðu fyrirboði? Góðu fyrirboði. Er mikið af Íslendingum búið að mæta hérna til að kjósa? Veit það ekki, fékk ekki svör, ég spurði. Nú, Stúlkunar þannig sem svara því. Það er svarað því, ok. En þú ert sérst mættur til að kjósa? Já, og búin að kjósa. Og í hvaða bæjarfélagi kaustu? Reykjavík. Þú vilt væntanlega ekkert segja hvað þú kaust? Það má ekki, sko. En ég líta með að spyrja þig eftir hvað stefnumálum kaustu helst? Bara þessu íbúðamálum. Er það? Bílastæðum og umferðin. Sem sagt væntanlega þá ekki hana Heiðu eða? Væntanlega ekki. Herðu, bara þakka þér kærlega fyrir. Herðu, já, góðan daginn og þú ert mætt til að kjósa, er ekki? Jú, búin að kjósa. Og í hvaða bæjarfélagi kaust þú? Reykjavík. Og væntanlega þýðir ekkert að spyrja þig hvað þú kaust, en eftir hvað stefnumálum, hvað finnst þér mikilvægast? Já, við vorum að kjósa eftir umferðarmenningunni og viljum hafa bílastæði og geta keyrt á bíl. Og hvernig líst ykkur þá á allt þetta með borgarlínuna? Já, ekki nógu vel. Ég verð nú að spyrja þig eins og hann að náðan, hvernig er venjan að fólk mæti hér í rigningu og kjósi þar? Nei, þetta er mjög óvenjulegt. Ertu búin að vera hérna lengi? Já, ég er búin að vera hérna í tæpa 6 mánuði og er að fara heim. Herðu, bara takk kærlega fyrir. Já, góðan og blessaðan daginn, þið voruð að kjósa hérna í dag, er ekki? Jú, hér á Campo Amor, jú. Og í hvað landshluta ert þú að kjósa? Kópavogi, Reykjavík. Kópavogi á Íslandi.
Og já, ég reikna nú ekki með frekar en aðrir að þú vilji gefa hvað það var svo kaust. Jú, það er sko alveg. Það er gott að búa í Kópavogi, sagði góður maður. Það ætti að gefa ýmsar vísbendingar. Hvaða stefnumál eru það sem að þú ert helst að kjósa eftir? Það var góður rekstur. Góður rekstur í Kópavogi. Og hvernig finnst þér stemmingin hérna? Eru menn eitthvað að láta það á sig fá að sé að rigna hérna á fólk? Nei, þetta er búið að vera mjög gott vor. Kemur alltaf rigning svona eins og alls staðar. Býrð þú hérna eða ertu búin að vera hérna lengi? Nei, við búin að vera hérna síðan í febrúar. Við erum að fara heim núna, seinni hlutann í maí. Og við erum hérna að kjósa á golfvelli. Er þetta einhvers konar hérna, ég sé að það er mikið af Íslendingum sem er að koma, er það bara í þetta skipti eða er einhver skrifstofa hérna, bara svona svo fólk viti af því? Það eru mjög margir Íslendingar sem spila golf hérna reglulega á Campo Amor. Þannig að það er vantarlega skemmtilegur og góður félagskapur? Já, mjög svo. Herðu, þá bara vonum við að allir hafi kosið rétt og bara ég þakka þér fyrir tímann. Sömuleiðis. Já, góðan daginn. Þið mætið hérna til að kjósa utankjörstaðar á Spáni í heldur betur íslensku veðri. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara vel. Í hvaða kjördæmi eru þið að kjósa, ég má spyrja? 113 Reykjavík. Og ég þarf náttúrulega væntanlega ekkert að spyrja, þið vilja ekkert gefa upp hvað var kosið. Nei, bara rétt. Bara rétt. Eftir hvað stefnumálum eru þið helst að kjósa? Já, við erum, hvað ég að segja, fyrir alþýðuna. Já, bara fyrir alþýðuna. Og hérna, já, þið lyftu veðrið ekki stoppa ykkur, þetta er bara pjúra íslenskt veður í dag í tilefni af íslenskum kosningum. Það bara fylgir. Já. Herðu, bara þakka ykkur kærlega fyrir og njótið dagsins. Sumleiðis. Bless, og takk fyrir. Já, það er óhætt að segja að þó að sólin hafi ekki skinið, þá skorti ekkert upp á gleðina hjá Íslendingunum. Við ákvaðum að beina myndavélinni ekki að þeim að þessu sinni, þar sem að ekki allir vildu tjá sig og voru sumir komnir vel í bjór og voru að hvíla lúin bein eftir erfiðan dag á þessum glæsilega golfvelli. En það útsýnið ekki að verri endanum og það er ekki ástæðulausu sem að margir Íslendingar sækja þennan glæsilega golfvell heim. En næst var ferðinni heitið í Setrið. Setrið er félagsheimili Íslendinga á Spáni. Það er á vegum Íslendingafélagsins og það var ekki erfitt að finna, enda blakti þar íslenski fáninn stoltur fyrir utan, sannarlega áberandi og það er óhætt að segja að þetta sé vel merkt. Aðstæðan er öll svo glæsilegasta, hún er beygð upp nánast eingöngu á sjálfboðavinnu og okkur var boðið að taka smá skoðanaferð sem að við ákvaðum að sjálfsögðu að þiggja. Leið og gengi var inn heyrðist kliður frá fólkinu enda stanslaus umferð inn og út nánast allan daginn. Það er óhætt að segja að pólitík hafi verið efst á baugi, það sem verið var að ræða, enda ærið tilefni. Eins og sjá má þá er glæsileg veitingasala í boði í húsinu og aðstæðan öll hinn glæsilegasta. Það virtist fara vel fólk, það var í góðu skapi. Á svæðinu er einnig salur sem er mikið notaður. Þar er hægt að mæta og halda hérna ýmsu viðburði og þar er líka góð mæting helgar þar sem er horft á fótbolta eða aðra íþróttaviðburði. Nú eða jafnvel á dansleiki sem að stundum eru haldnir í félagsheimilinu. Nú við ákvaðum auðvitað að taka spjall við nokkra einstaklinga sem voru á svæðinu og sjá hvernig þeim hafði fundist kosningarnar og athuga hvort við getum veitt upp úr þeim hvað þeir hefðu nú kosið. Það er heldur betur stemming hérna í Setrinu eftir kosningarnar. Hvað þú varst að kjósa, ekki? Jú, ég kaus á hann. Og þú hefur ekki frekar en aðri látið þrumur og eldingar hann upp á golfvelli stoppa þig? Þetta er bara smottir í maður, bara smá ljósasjó. Og hvað kaustu? Já, þú vilt koma að vita það? Ekkert frekar en þú vilt svara. Ég læt það alveg eiga sig. En eftir hvað stefnumálum kaustu? Bara góð uppbygging og atvinnulíf og skemmtileg sveitafélag. Það skemmtir máli. Og í hvaða sveitafélagi, í hvaða kjördæmi varstu að kjósa, ég má spyrja? Ég var að kjósa í Skagafjörður. Skagafirði? Já. Og hvernig, býrðu hér úti eða ertu bara staddur hérna tímabundið? Nei, ég er hérna búsettur næstum því allt árið. Skreppum heim svona 2-3 ári. Bara stutt. Og hvernig líst þér á stemmingur hérna? Það er mikið verið að ræða pólitík og stemminguna hér, allavega einhverjir? Ég tek ekkert þátt í því. Ég tek ekkert þátt í svoleiðis lögum. Þú vilt bara góðu stemminguna? Já, nákvæmlega. Herðu, ég þakka bara kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis.
Herri, nú ég stætti með henni Regínu. Regína, hvaða hlutverki gegnir þú í setrinu? Ert þú aðalmanneskjan hérna í öllu hér? Ég allavega tillaði formaður félagsins, en aðalmanneskja nei, því að það eru sjálfboðaliðarnir sem halda þessu starfandi og halda þessu uppi. Formaður félagsins, þá meinar Íslendingafélagsins? Já. Og þetta alveg glæsilegt hérna setrið, þetta alveg glæsilega aðstæða sem með þetta. Hvernig fjármagnið þetta? Er þetta bara félagsgjöld og... Þetta eru félagsgjöld og svo bara fjármögnuð þetta með litlu fermingaverslunum og kaffihúsinu hjá okkur. Hvað meinar með litlu fermingaverslan? Þá erum við með svona gamaldags, svo brauðtertur og rjómatertur og svona bara eins og þetta gamla íslenska sem við þekkjum úr afmælisveislum og fermingaverslum á Íslandi. Er svona reynum það. Nú takk ég á móti rosalega, það er mikil umferð hérna af Íslendingum hérna hjá okkur, eða ekki? Jú, mjög mikið. Og þetta bara gengur rosalega vel og þetta virðist vera eitthvað sem er þörf á. Eitthvað svona fastur punktur sem fólki getur komið til. Það hlýtur að vera svona fólk, bara svona, partur af heiman, mætti segja, er ekki? Jú, og það er svo fyndið sko að í hvert skipti þá hittur þú annarkvort skólafélag, gamlan skólafélag eða eignast frænku eða frænda eða eitthvað, eða gamlan nágranna eða eitthvað, það er alltaf einhver tenging sem er skemmtileg. Fólk er ekki bara mæti þetta, þeir eru mikið aðstofa fólk á svæðina, ekki sérstaklega eftir að ræðismaðurinn lokaði. Jú, við aðstofum við allt sem þarf að aðstofa við. Ef við erum beðum aðstof þá gerum við það. En það er aftur á móti fólk hérna sem er að vinna við það sérstaklega sem er eiginlega miklu betra því að við tölum ekki 100% spænsku þannig að það er betra að þetta fólk leit til þessar sem sjá þetta eins og stelpurnar Berglind og það er í Saltproperties. Við getum alveg hjálpað, já, en við leiðum þá freka fólkið áfram á rétta staði. Það er mikið af Íslendingum á svæðinu. Hvernig er svona, núna erum við að kjósa hérna í frekar svona íslensku veðri, það er bara hérna rigning og vindur og þrumur og eldingar reyndar, og þannig kannski þá við hæfi að vera hérna með íslenska fánan í bakgrunni. Já, nákvæmlega. Hvernig er stemmingi búin að vera í dag? Ég sé að það er búin að vera mikil umferð hjá okkur og fólk hérna inni að ræða mikið pólitík og menn er ekki alltaf sammála, heyrði ég. Nei, það er sko alveg öruggt mál og það er bara gaman að þessu, en stemningin er búin að vera bara góð og það er búin að vera mikið spjall og fólk bara, ég meina fólk kemur hérna bara til að tala um allt og ekkert. Og núna náttúrulega sjálfsögðu þessar kostingar sem er glæðilegt, en svo stundum er þetta fótbolti sem er ekki allir sammála heldur, þannig að þetta er bara gaman að þessu. Já, lífið er nú ekki mjög skemmtilegt ef allir væru sammála um allt, en hvar getur fólk sem er á svæðinu, annarkvort nálgast ykkur eða fylgst með því sem er að gerast hjá Íslendingafélaginu og í setrinu? Við erum með Facebook-síðu sem við setjum allt inn á. Facebook er náttúrulega eins og Facebook er sem er ekki mjög skemmtilegt þegar sem maður setur inn að það hverfur oft. En ef að fólk fylgist rosalega vel með Facebook-síðunum og líkar við það sem er að nynni þá fær það fréttirnar. Jafnframt erum við að gera heimasíðu sem að verður náttúrulega miklu auðveldara fyrir fólk að nálgast. Og inn á Google Maps segi ég að þar er símanúmer setursins og þá getur fólk hringt og fengið allar þær upplýsingar sem það þurfa. Mér finnst áhugavert að ég þurfti bara að slá inn í Google Maps bara setrið og þá fær maður upp hérna á Spáni Íslendingu og það er, eins og ég segi, það er stanslaus umferð hérna. Er þetta alltaf svona hjá okkur? Alltaf, já, við erum bara með opið 3 í viku og þetta er bara fastupunktur hjá mörgum sem koma hérna alla þessa daga. Hvað er hérna, er þetta á öllum aldri eða er þetta mest eldra fólk eða hvernig er það? Þetta er mest eldra fólk en þetta er samt að breytast svolítið. Það er að koma svo mikið af fjölskyldum hérna, þannig að þetta er alveg að yngjast upp og sem er mjög áhugavert því það er gaman þegar það blandast svona. En mikið er þetta eldra fólk að margt af þessu fólki talar ekkert nema íslensku því miður en svona er þetta bara. Og hérna svona bara að lokum, hvenar opnuðu þið hérna setrið og hérna, er þetta ekki búið að vera ganga hjá okkur síðan þá? Jú sko, við byrjuðum þarna á horninu, hinum megin, 2019. Komum svo hingað 2023 og gerðum þetta upp og opnuðum á milli og svo leiðis og þetta er búið að vera alveg svakalega flott hvað fólk hefur nýtt þetta og við erum með dansleiki náttúrulega söngkvöld og bingo og félagsvíst og alla pakkan sko. Nú tala margir um það og ég hef alveg heyrt að það sé bara miklu meira félagslíf hérna sem fólk er væntanlega að sækja í heldur en jafnvel bara meðal fólks á sama aldri á Íslandi. Ertu sammála því? Ég er sammála því, já. Ég held að veðrið náttúrulega rosalega stóran hlut í því að fólk treystir sig til þess að fara út og einhvern veginn þá verður fólk opnara hérna heldur en á Íslandi, held ég. Upplifinu mín er þannig.
Já, Regína, við eftir að, ég á eftir að kíkja á þig einhvern tíman oftar í sumar og einhverja viðburði hjá okkur, en ég bara þakka að kærlega fyrir. Takk fyrir sem leiðis. Við látum þetta duga af kosningaumfjöllun að sinni. Það er óhætt að mæla með því að fólk heimsæki setrið ef það á leið á Orwell að kosta svæðið á Spáni, maturinn er góður, félagsskapurinn er jafnvel enn betri og við vonum að allir hafi haft gaman af. Takk kærlega fyrir.